Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski dálítið annarri stöð en oft áður þegar við erum að tala sjávarútvegsmál því nú erum við að tala fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í Alþingi upp á síðkastið. Það lá fyrir frumvarp fiskeldi, nýtt fiskeldisfrumvarp sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati. En gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér. Það Elvar Friðriksson sem er að vinna fyrir hvað, Elvar, þú bara segir það sjálfur? Þakka þér fyrir. Verndarsjóður villtra laxastofna, eða NASF á Íslandi. Á Íslandi, ekki í Norður Atlantshafi. Já, laxinn þekkir engin landamæri, þannig að ég myndi nú segja í Norður Atlantshafi. Hann virðir engar 200 mílur. Einmitt. Og síðan er það Jóhann Helgi Stefánsson sem er framkvæmdastjóri fyrir veiðifélög á Íslandi. Já, Landssamband veiðifélaga. Landssamband veiðifélaga. Og þið vantarlega hafi fylgst með þessari umræðu og vantarlega verið kallaðir fyrir atvinnuveganefnd og svoleiðis í sambandi við þetta. Og hvað finnst ykkur þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann. Já, ég geti verið sammála þér í því að það er bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki að lögum sem að atvinnuvegaráðherra lagði fram núna hérna í síðla vetrar eða vor. Já. Þetta er annað skipti sem að frumvarp af sama stofni kemur fram. Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta fyrir bara verra en það sem sáum hérna 2023-04 og er einu verið verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmuni veiðifélaga og þar með villtra laxastofna. Já. En þú, Elvar? Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir. Þetta var við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með. Þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn, mikið talað almannahagsmuni umfram sérhagsmuni og svo framvegis. Já, það er nú svona ákveðið kjörorð hjá þessari ríkisstjórn. Einmitt. Og þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að myndi betur vernda villta laxastofna og lífríki Íslands, en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem áleið þá kom betur í ljós að þetta var meingallað frumvarp og lítið þið hafið báðir sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki í gegn. Já, en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðst frá SFS, samtökum félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en burt sér frá menguninni sem í fjörðunum út af lyfjagjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildistíminn 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt
frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum. Þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsettið þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta. Þannig að þetta með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum. Akkurat. Þannig að en þó veit ég eitt og það það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám. En það miklu víðtækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala um. Það ekki rétt? Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá eldislaxi yfir í villtanlax eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur. Já. Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og það þá jafnvel bara seiði líka? Já. Sem að fara og komast út í náttúruna? Já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í einu 2023 þegar það stór slepping þar sem að eldislaxar leituð upp í árum alland. Já. Þá fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur en menn áttu von á. En gallinn líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðinn skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast. Já, þannig að við fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt of langan tíma, sko. Já. Það alveg satt að bara sem betur fyrir við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengun eins og þið sjá í Noregi, en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu. En já, sem betur fyrir þetta hefur verið minna kannski en menn óttuðust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá það náttúrulega ekki búið að gefa út skýrsluna eins og fyrir vöktunina sem átt sér stað síðasta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar. Já, fyrir ári síðan. Nei, þannig að það ennþá það liggur ennþá á þeim, það hljóta að fara að birta núna næstu dögum, en sem betur fyrir voru kannski ákveðin vísbendingar það að það var kannski aðeins skárra en mann óttuðust varandi það sem þeir ná að vakta, en hins vegar að þá á sama tíma erum menn að sjá bæði fiskar sem hafa verið teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp fjöldin allur af bæði hreinum eldislaxum og blendingum. Blendingarnir mjög alvarlegir því þeir náttúrulega ber ekki með sinna einn útlitseinkenni eftir að hafa verið í kvíum. Þannig að þeir getur verið mjög erfitt að greina þá. Það er bara mjög nákvæmur erfðafræðilegar greiningar á það. Þetta með DNA-rannsóknum? Já, það með DNA-rannsóknum og þetta meira minn allt sendt út í Noregs, en þess vegna kannski tekur svo langa tíma að menn þurfa að bíða lengi eftir niðurstofunum. En það alveg rétt eins og Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók, menn við erum búin að sjá núna, við sáum strók núna síðasta sumar og það var gripið til aðgerða núna síðasta haust. Við sáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001, hvort það ekki 2019 líka. Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg að það líka stöðu segðarleiki og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilkynntur að strjúki, að þá strjúka 2 til 4. Þannig að það svolítið svona miklu hærra hlutfall af stróku fiski heldur en sagt Já. Sorry, kannski fæði að bæta inn sko að það náttúrulega ein svona svolítið óþekkt stærð í þessu líka og það það að hér í sjókvíaeldi við Ísland erum við að nota norskan stofn. Erfðabættan norskan stofn sem hefur verið alinn í 60 ár með það eina markmiðið að verða feitur og stór á sem skemmstum tíma. Já. Og var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum en orðin mjög svo frábrugðin núna.
Þannig að Já, það hefur breikkað bílið á milli. Akkurat og sko það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi að nota lax frá öðrum löndum. En hér gerum við það samt og erum þá að taka ennþá meiri áhættu með erfðablöndun. Já. Og af því með erfðablöndun þá hún að breytast, að þróast rosalega hratt núna erfðarannsóknir og erfðafræðingar, til dæmis þessi vinni á Hafró, geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur ef þeir nota rétt erfðafræðileg prófin í það. Já. Það er alveg skýr greinamunur á fiski frá Norðvesturlandi eða Vesturlandi eða Austurlandi. Það er alveg mjög áberandi. Það kemur það fram í DNA-rannsóknum. Já, það kemur fram. Já, það er alveg skýrt þar. Já, þetta er bara rinnum við þegar maður sér þetta, þá er þetta að horfa á svona ættartré eða svona, þetta er svona, þetta er mjög flott að sjá þetta, sko. 10.000 ár á þróunarsögu. Já. Það er það sem þetta er. Já. En þetta er náttúrulega dálítið skrítið en kemur mér ekkert á óvart að vinnubröð Hafró séu dálítið aftarlega á merinni. Ég hef verið að rukka þá það, segiði mér hvernig á að veiða fisk, hvaða veiðafæri betri til að veiða fisk heldur en önnur. Eru öll veiðafæri, breytir einhver hvaða veiðafæri þú ert að nota, en maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun. Þannig að það kemur mér ekkert á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erfðablöndunni, hvað hún er stór og mikil. Ég heyrði einn ágætan mann segja mig bara fyrir einhverjum 2 dögum síðan að það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun. Ég selði það ekki dýran en ég keypti það en mér var bent á þetta. Getur þetta verið? Já, ég man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár, sko, en það er alveg, sko, en það er alltaf orðin veruleg erfðamengun annars, sko. Já. Og svo er þetta alltaf spurning hvort að menn eru að bera saman, sko, alveg hreinan eldisdags eða hvort menn að taka líka inn, sko, halfbrýta blendingana, þannig að þá rokka tölurna líka, sko, en ég slat sem ekki að neita fyrir þessa tölur, sko. Nei, og Breiðdalsá er náttúrulega bara mjög nálægt helstu vígum sjókvíaeldisins á Vestfjörðum, sko. Það er ekkit sem kemur óvart, sko. Nei, enda líka það sem er löggjáðunum var gefið til þess á sínu tíma þegar var ákveðið að leyfa norska lax í eldi, því þetta var ekki heimilt fyrir aldamót. En þá bar mönnum gefið til þess að ákveða það að menn skildu friða ákveðin svæði fyrir landsluta. Já, bara landsluta. Og raun og verið Breiðdalsá eina áin sem svona með sjókvíaeldi allt í kringu sig. Já. Þannig en að því sögðu þá eldislax sem sporð og þetta er svolítið sorgarsaga, sko. Þegar að sleppingin var þarna í Arnarfirðinum, var það ekki stóra sleppingin í Patreksfirði, að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar, jafnvel í Faxaflóanum, þá genguður upp í ár þar. Já, það ekki rétt? Jú, allt upp í einhverja tæpa 400 kilometra frá sleppistaðnum. Frá þar sem hann slapp úr kvíunum. Já, og það var náttúrulega því var haldið fram þegar að menn uppgötuðu það að laxaði sloppið, að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíunum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuðu þeir að byrtast út allt. Svo heyrði ég af rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson hefur verið með og það er í litlum ám þarna fyrir vestan, tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta, að þar er mikil erfðablöndun. Þannig að þetta er að hafa rosalega mikil áhrif á all lífríkið í ánum. Nákvæmlega, og það er myndið vonda við þetta líka, sko, þessi litlu stofnar, fyrst að minnast það þá á Vestfjörðum, að það er eitthvað til sem heitir áhættumat erfðablöndun sem er svona líkalega gerð sem á að vera ákveðið stjórntæki til þess að
verja villta laxinn fyrir sjókvíaeldinu og það er það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framleiða hérna hér við land. En það sem verra er að þessar litlu stofnar á Vestfjörðum, þeir eru ekki teknir með. Heldur er bara horft til svokallar nýtingarstofna. Það þurfa að vera stofnar sem eru með veiðitölur x mörg ár, 10 ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta er eitthvað sem að Landssambandið hefur mótmælt og í raun og veru má þá segja líka Hafró. Þeir hafa líka mótmælt sér sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fer dagað uppi þá lögðust þeir áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði Landssambandinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til allra laxastofna, ekki bara einhverja stóra stofna sem að gefa ykkur fjárhagsleg verðmæti af sér. Já. Svo náttúrulega líka stóru, því stærri sem stofnin þeim mun kannski meira þol hefur hann. Jú, það gefur auga leið. Það eru viðkvæmastara þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár, sem eru kannski með tiltölulega lítinn stofn, fá að fiska að þeir verða, þó að komi bara 2-3 í heimsókna, að þá hefur það áhrif. Já, algjörlega og ég meina, svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsókn eins og þú segir, sko. Það er bara mjög ófullkomin vísindi, sko. Því að þessi fiskar ganga oft seinna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og það er ekkit víst að menn verði vari við þá, sko. Þannig að þetta er svona eins og ég segi, þetta læðist aftan að, sko. Þeir komi ekki jafnvel inn í veiði eða svoleiðis á veiði tímabilin. Nei, einmitt, nákvæmlega. Og svo er þetta líka náttúrulega bara lax, sko, og það er stundum eldislax bara með mjög lítil einkenni og óvant auga, þú heldur eitthvað fiski og þá kannski endilegt átt að þú sett með eldislax og sleppur hann svo aftur því þú þarft ekki að drepa lax í þetta skipti, kannski búin að drepa einn eða eitthvað hvernig sem það er. Þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt, sko, og það er líka, sko, þetta er alveg svolítið svona sorgarsaga því þessi saga eldið hérna í Íslandi og menn tala stróka eldislaxa hún er bara ótrúlega svipuð umræðan minkinn á sínu tíma. Það er í raun og veru, það er búið að hrekja allar fullyrðingar sem hafi sett það fram. Fyrst átti eldislaxinn aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta kvíðin áttu að vera svo fullkomnar að myndi aldrei sleppa út neitt fiskur. Og ef það myndi sleppa þá ætti hann bara að drepast strax, bara syndir hringi og drepast. Og svo ef hann myndi hún ekki gera það aldrei fara upp í ár, þá gæti hann ekkert fara út í ár því hann hefur svo lélega spor, það myndi ekki komast yfir hindranir. Og svona er þetta allt búið að hrekja og það með þess að áhugavert, sko, að því menn voru með þá kenningu að því að straumur nennu réttsælis kringu landið að eldislax myndi alltaf fara bara eftir straumstefnunni sem myndi sleppa Vestfjörðum og það myndi hann aldrei finnast í Breiðafirði eða Sunnaland. Já, en annað hefur gerst. En 2023 þá var þetta svona 70% fór norður fyrir, 30% fór suður fyrir, en núna í sleppingu sem var síðasta sumar, fyrir árið síðan, að þá var þetta bara helmingur. Þá var bara frá helmingur eldislaxunum, þeir fóru norður fyrir og helmingur suður fyrir. Þannig að þetta fer bara út allt og það er rosalega erfitt að reyna átt að sá þessu. Já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem er. Þetta eru náttúrulega frjóir laxar með sama eðli og viltulaxarnir en þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa sem koma frá. Aldir upp í. Akkurat, en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá náttúrulega bara leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðri laxar. Já. En svo við snúum okkur öðru, hvað eru margir félagar í veiðifélögum landsins? Sko, veiðifélögin er eitthvað kringum 200 talsins. Það eru veiðifélög, en það eru tugir manna í hverju veiðifélög. Sko, svo byggir það sem, það er félagsskylda veiðifélögum því að lögum lax- og silungsveiði má svona rekja stofnun til 4. áratugs síðustu aldar. Að þá voru menn framsýnir og hugsaðu með sér að það væri nauðsynlegt að setja sterk lög sem vernda þessa miklu hagsmuni sem menn hafa. Því menn voru byrjað að sjá þetta getur verið mjög verðmætaskapandi fyrir sveitir landsins. Og
Og meina veiðifjölun eru mjög misstór út af því það eru bara við hverju á er þá bara mismunandi mörg lögbýli og og þannig að þú veist þau geta verið alltaf því að vera raunverulega bara 1 eða 2 lögbýli sem er það 1 eða 2 fjölskyldur upp í það að vera svo tugumskiptir. Já. Maður veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að veiði ám og það er náttúrulega fjölbreytilegur hópur. Erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana. Nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn voru byrjar að... Þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir. Já, þetta er bara gríðarlega hagsmunir og sko árið 2018 þá gerði Landssambandið bað Hagfræðistofnunin að meta efnahagslegt virði lax- og silungsveiði og að þeim tíma var heildarverðmæti metið alveg töluvert. Ég er að gleyma tölurnar stolnar úr haustum á mér akkurat núna. En þetta voru töluvert, menn þetta voru 70% af heildar tekjum af landbúnaði á Vesturlandi til dæmis. Á Vesturlandi? Á Vesturlandi og svo eitthvað aðeins minna á öðrum landsum, þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurlandi, eystra og vestra og svona. En en bara það sko, svo er náttúrulega þetta þannig að það er leigja, það flesta stóru laxveiðarnar að þær leigja út veiðiréttinn til leigutaka og er í auknum að gera slíka með silungsveiðina. Og það er búið að rekna út núna að leigutekjur á ársgrundvelli sem fara beint til lögbýlana fyrir allt landi eru 3.500 milljónir. 3,5 milljarðar. Þannig að þetta er hverju einast ári sem spýtist beint inn í samfélag og er einu veru oft grundvöld til þetta. Inn í sveitafélögin sem eiga þessar jarðir tilheyra. Já, þetta fer sér til sko að veiðifélagana og þaðan er borgað út eftir að svo kallar arðskrá sem er þá hlutfall af heldar, hvað átt mikið að landi í stóran hlut og þannig fer þetta svo bara inn í samfélagið og þetta er oft það sem að ríður bakkamunum, hvort það sé búsetta. Já, því að og svo ég hefur nefnað við bændasamtökin að ég alltaf væri ekki til í að bærast fyrir því að búvörusamningar á Vesturlandi hækka 70% ef að framfæð sem horfir að sjókvíaldið eyðileggur þessa tekju möguleika. Já. Það er náttúrulega málið sko, það er ein atvinnugrein má ekki eyðileggja aðra sko og það er mikið talað brothættar byggðir og atvinnusköpun og afleidd störf og svo framvegis en það er bara það nákvæmlega sama En þetta er aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi þó svo að flest þessi fiskeldisfyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfiðleikum með að standa undir sér sko. Það hafa náttúrulega verið sko gríðarlega afföll í sjókvíaeldi hér og ef ég man rétt þá var í fyrra held ég 5,4 milljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum í Ísland. Sem drápust. Já, ég er ekki að tala um sláturtölur sko, ég er að tala sem drápust fyrir það. Það er náttúrulega búið að vera gríðarlegir lúsafaraldrar á Vestfjörðum. En það er ekki á Austfjörðum. Ekki enn sem komið en reynslan sýnir okkur það að þar sem að er sjókvíaeldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og er á Austfjörðum að því að náttúrulega lúsin er náttúrulegt fyrirbæri og hún leggst á viltan lax örfáar á hvern fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatnið. En þegar þú ert með marga milljónir eldislaxa á litlum bletti þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan sko. En þar hins vegar eru búin að vera eiga við þörungablóma og marglittur og sjúkdóma og þetta er búið að vera mikil áföll. En sko það voru öflug fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufirðinum og Samherji í Mjóafirðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú
einhver sterkustu sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar eigið fé og svoleiðis, að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum. Já, ég bara... Það segir nú eitthvað, það ekki? Þetta ekki fyrsta bylgjan, sko. Nei. Þetta ekki fyrsta bylgjan að sjókvíaeldi. Þetta þriðja bylgjan. Ég held bara því miður að bara íslenskar aðstæður henda ekkert sérstaklega vel til stundu opið sjókvíaeldi. Kannski ástæði fyrir því menn ekki sjá lúsa á Austfjörðum út af því að það sjórinn kaldari. Með kaldari sjó þá kom bara önnu vandamál. Það kom að vetrasára, eins og Elva segir, það er búin að nefna marglyttur og annað slíkt. Og það ástæði fyrir því menn gáfust upp í fyrstu annar bylginni og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betur að halda frá marglyttum eða þörungablóma, sko. Það er bara móður náttúra sem séru það. Já, og svo Vestfjörðum, það sem með heitara sjór út af Golfstraumnum, að þar er alveg svo búið að vera mikið lúsafaldra, eitthvað sem að starfsfólk Matvælastofnunar sagði að og það er bara í greinum að þeir eru aldrei lúsa vandamál í Íslandi að þeir sjóra frá kaldur. Þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík. Já. Þannig að sko það er búið að dæla þvílíku magn af eitri í firðina án þess að vita nokkuð hvað áhrif það hefur. Afleiðingar það hefur. Já, fyrir auðvitað, nema það að sko það er orðin vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsin sé að mynda lyfjaónæmi fyrir þessu, þannig að eitra hægt að virka og það er hægt að skoða fundagerðir fisksjúkdómanefndar frá því núna í apríl og maí og það er bara mjög alvarleg undirtónn. Það er bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp. Og hvaða afleikar hefur það á þessa viltu stofna sem þarna, bæði sjóbleikju og laxastofnuna, litlu laxastofnuna og sjóbleikina á nú svo sannarlega svo okkur sækja. Og ekki gleyma bara hefðbundum fiski sem er alast upp á fjörðunum. Bara þorsk og ísu og ufsa og hvaða seiði sem eru. Einmitt. Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar. Þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr, sko, eða önnur sjávardýr. Já. Við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að þetta verði öðruvísi, sko, á Íslandi og að við getum í rauninni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomu hér, sko. En því miður eins og er búið að vara við í mörg ár, þá er bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar þar sem opið sjókvíaeldi er stundað. Já. En það er kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér er þetta með eignarhaldið og ráðstöfunar réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá. Og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef norðmennirnir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta, þó að séu nú einhverjir íslensk fyrirtæki hluthafar með þeim, að þá ef þeir hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magn af fiskeldi, að þá hefðu þeir þurft að borga 450 milljarða bara til að fá að setja niður girðingar í norskum fjörðum. Já. Er þetta rétt? Já, þetta er alveg hárrétt, en sko það er náttúrulega einn munur sem það þarf að... En hér fáður þetta fyrir ekki neitt. Jú, algjörlega, þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgjaldslaust hér, en það eru þetta grundvallar munur á því leiti að hér eru leyfin tímabundin, þó að þessu allt og löng. Til 16 ára. Til 16 ára, vissulega. Á meðan þetta og möguleiki á að endurnýja leyfinu þegar 16 árin eru komin. Algjörlega. Og sko það eru enga forsendur fyrir synjun á þeirri endurnýjun, sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En já, þessu var laumað inn þegar það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk
og það voru nokkri sniður sem að bara sáu að þarna var tækifæri. Nýttu sér möguleikana. Já, og þar að leiðandi sko, urðu til þessi gríðalegu verðmæti, því þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt, ekki endilega hvað þau hafa framleitt. Og íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko, og í staðinn var þetta í rauninni í gefið, eins og þú segir, og svo má einmitt tala einhver smáatriði eins og sko hver gildistími leyfanna og annað en Já, þessi braskréttur að geta gert þetta eins og með bara óveittan fisk í sjónum, að geta lyktan innan ársins, seltan varalega, og veðsettan í bönkum til að slá út á óveittan fisk. Já. Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur, og við virðumstum vera þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti. Já, þú veist, við þurftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi. Jú, en þetta eru svona þeir liðir sem maður stoppaði við. Og það sem meira er sko, er að það var varað við þessu allan tíman. Og þarna væri verið að búa í rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Af því ef þetta hagar sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur, þá er þetta sennilega eignarréttur. Og þessu var varað við allan tíman sko. Og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað. Já, kallað. Það er að það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíeldi er. Já. Af því ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsæti með því að gefa út kvóta byggðan á þeim, af hverju ætti þá fyrirtækin að fara yfir í lokaðar lausnir og umhverfisvænnar lausnir? Já, eða ófrjóan fisk eða eitthvað þess áttar. Akkurat. Það getur valdið tækni frystingu í rauninni. Já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilyrðum að menn væru að fara annarkvort með bara kvíar upp á tún eða eitthvað þess áttar. 10% á ári eða eitthvað þimmt úr. Og minnka þetta í hafinu, en Vestfirðingar segjast ekki eiga land undir þetta, en eftir því sem mér skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestan sem myndu geta tekið við þessu upp á land. En það er náttúrulega dýrara, örugglega í uppsetningu, að steypa upp kvíar og... Já, en líka sko, ef að ég hef oft heyrt þetta sem hún nefnir sko, að Vestfirðinir hendi, og Vestfirðin og Austfirðinir hendi illa fyrir landeldið. Og þá er bent á sko, það vanti land og það vanti greiðan aðgang að rafmagni og magna vatni. En þá þarf að skoða sko, lokaða kvíar í sjó. Þær eru til og þær eru functional og eru í gangi, en það eru þetta bein ógn við... Þeir eru byrjaðir að gera það í Noregi, er það ekki rétt? Jú, bara algjörlega, og það er sko, það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í 9 kynslóður held ég af laxi. Þar eru afföllin 2%, á meðan þau eru alltaf 40% í sjókvíeldi. Og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og þú veist, tæknin er til en á meðan stjórnvöld en það er dýrt og á meðan stjórnvöld leyfa ódýrustu og mest mengandi tæknina þá verður hún ofan á. Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíar þegar þeir mega vera með hinnar. Það er nefnilega málið. Og menna, það eru allir sammála þetta og menna, þú getur alveg fundið góðar yfirlýsingar frá framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi, SFS, að þessi tala þetta, menna, Mái er byrjaðir í stóru lokuðu eldi fyrir seiðin á fyrstu stigum og fara með svo til sjó
og þú veist, þetta frumvarp bara rosalega, það talaði mjög háflegt það hvað væri miklu hvatar í þessu fyrir umhverfisvæna lausn og allt það sko, en þegar maður fór að grafa svo niður þetta, þá var mjög lítil innistæði fyrir þessum orðum. Það átti aðalega að fara að setja tilraunir með lokaða kvíar í fjörðum sem nú eru friðar, bara hvort sem er í Húnaflóa fyrir framann, eða í Breiðafjörðin eða í Faxaflóan fyrir framann verðmæta státnað sko. Það var allir hvatinn sko, og að því menn tala alltaf vestfjörð og austfjörði, menna, svo ég hef sagt áður að bara, við skulum bara hafa sjókvíaldi þar og hafa það bara loka og hafa raunverulega umhverfisvænt sko. Og það er líka sko, að því að allt tala að okkur oft svona tala að bæði Landssambandsins og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfjörðum og svoleiðis. Við erum ekkert á móti fiskeldum, þó allra síst vest- og austfjörðum. Við erum á móti opnu sjókvíaldi. Bara við erum hæti stuðningsmenn lokast kerfa út af hagsmunum villta laxins. Já, það er bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á, eins og maður segir, heildarhagsmunir frekar heldur en sérhagsmunir fárra útvalda. Þess vegna var ég að reyna að átta mig á því hvað væru margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði ánum í dag. Já, ég held að tala svona að séu svona kringum 2.000–3.000 fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á. Já, sko, þá vorum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú sé ekkert að vinna við sjálft laxeldi en hafa einhverjar leigutekjur af ánni sinni eða hlut sínum í ánni. Þetta er kringum svona 2.000–3.000 fjölskyldur sem hafa bara, sem fá þá leigutekjur einu svona ári í innan sitt heimili. Og svo líka svo varandi með laxalutin, kannski bregðast það við því líka, er sko, Landssambandið var búið að gera lögfrálit fyrra frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu, þá endum við það líka, við vitum að aðrir gerða það líka og en að saman tíma kemur framsögumæður fram og segir að þetta sé ekki kvótakerfi og gerir eitthvað röksemd fyrir því, en á sama tíma þá bara þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskveiðistjórnarlögin okkar og þá getur líka bara spurt sig af hverju bara til að fá þetta hreint. Ég skal skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega eitthvað sem við höfum keypt, eitthvað lögfræðil sem Landssambandið hefur keypt og bara vilja, þú veist, kannski ekki endilega, þar að eitthvað hagsmunir alltaf. Fáið þá bara óháður rýni, farið upp í háskólan, farið til helstu prófessor í eignarétti og lögfræði, bara færistu mannir eignarétti og fáið þá til þess að fara grundigt yfir þetta og koma með sína niðurstu. Þá skulum við og tökum saman á því, ekki bara það hvað ráðuneytið segir, einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaaðilar. Nei. En hagsmuna aðilarnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hluti í fyrirtækjum. Það eru stór útgerðarfyrirtæki sem að veit að eru hluthafar í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hluthafar og stærstu hluthafarnir í þessum fyrirtækjum hérna. Þannig að það er sumstaðar bara beinlínis hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga. Og eldisfyrirtækin eru inn í SFS og ég held að sé og í stjórn SFS situr aðeins frá Arnarlaxi. Þannig að hagsmunir eru gríðarlegir og það það mjög áhugavert að sjá hvernig og svo að því það hefur alveg gagnrýni á það en eins og ég hef sagt, ég skil það bara mjög vel að vera inn í SFS þetta sé ekki öflugust hagsmunasamtök landsins. Það eru engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir raunverulega pening og öflunum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikera með þær, leigja þær og selja og braska með þær eftir geðþótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða. Þetta er bara
það er ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut en það er kannski stangast á við hagsmunagæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna. Já. Það er nú stóra málið í þessu. Já, mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp sem var ræðið hérna áðan sko, að það var ítrekkað haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun sko, en það er bara ekki rétt sko. Það hefur aldrei ráðið. Nei. Það eru peningarnir sem ráða. Mitt og það er alltaf að tala um hvað sé núvarandi löggjöf sem er þó á stofnun til frá 2009 sé slæm sko, en það er þó reynda tekið fram í markmiðssetningun að ef að hagsmunir eldisins og hagsmunir villalags að stangast á, að þá skuli hagsmunir eldisins víkja. Það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi sko. Langur vegur þar frá. Engin varúð. Nei, það var alveg varúðarsjónamið í því að gæta hagsmuna lagsins. Mitt. Mér langar reyndar svolítið að koma aðeins inn á það sko, að hérna, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi að mínu viti var í rauninni það að ráðherra gæti hunsað vísindaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildarmagn í kvíum og hort til annara þátta, efnahagslegra og félagslegra þátta. Þetta er ekkert ósvipað og í fiskveiðistjórnarlögum að hann sé ekki bundinn af því að fara eftir ráðgjöf Hafrannsóknastofnun. Algjörlega. Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur. En það er eigin munur á þessu að því að sko að fara fram hjá vísindunum þarna sem að hafi vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafi farið í gegn. Náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski að hagræða þessum málum. En ef að það verður sko farið fram hjá vísindunum í þessu þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskinn eða fyrirtækin eða eitthvað slíkt. Það er að hafa áhrif á aðra tegund, á annan stofn sem er vildi laxastofn. Hann verður fyrir barðina. Já, hann verður undir. Hann verður eyðilagður í rauninni með erfðablönduninni og bara, hvernig sem á það er litið. Sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtækin sjálf, menna að þú tapir 1000 lögsum, það hefur ekkert að segja. Nei, nákvæmlega, en það eyðileggur ána sem er við hliðina. Já, en ef þú veiðir með stundur ofveið á þorski svo árum skiptir, þá myndu endanum tapa sem eigandi af sjávarútvegsfyrirtæki. Þannig að þú upplifir að sko, þú myndi aldrei upplifa afleiðingar gjörðaðina sko. Ekki í laxeldinu. Ef þetta hafi verið samþykkt sko með að fara svona fram hjá vísindunum sko, þá hafi það í rauninni bara verið undirritun á dauðadómi villtra laxastofna að mínu viti. Þetta er sko, þetta bara býr til glufu sem að er ekki bóðleg sko. Nei, og ég skal alveg skilja það, ég get haft alveg ákveðna saman með því sjónarmið Hafró að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald sko, og það er bara áttu gott að blessa með það, en þá þarf bara að skrifa lögin þannig að ráðherra megi ekki horfa fram hjá sko náttúruvísindunum. Hvað náttúruvísindur er að segja hverjum tíma sko. Efnahagslegir og félagslegir þættir hafa ekkert með erfðablöndun eldislaxa og villalaxa að gera. Nei. En nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjunum. Hann er að lækka verulega í verði. Það sveiflar svo sem mikið. Jú, hann hefur nú alltaf gert það. En þetta lítur ekki vel út sko að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og bara ekkert að maður ekki sé fann að koma nær 70 krónunum fyrir einhverju síðan en datt þessu aftur niður í 67 krónur sko. Mér var sagt í gær að það væri meira sig að koma niður í 60 krónur. Já, ekki lagast að það. Þannig að þetta er sérstakt mál. Það er að segja norskar. Já, norskar, svona rétt að vonandi sinna 60 krónur íslenskar. Það er nú rekar lélegu business. En þá líka getum að spyrja sig, sko, af hverju þessi gríðarlegi þrýstingur, sko? Hvaða er þessi veldur þessu? Og það var alveg svolítið góð grein sem Haraldur Eiríksson
sem leigutekið Laxá í Kjós og meira og kom inn á sko að þetta sko þegar menn tala hagnað og hluti fyrirtæki sér ekki með tapið sko, þegar að menn eiga alla samstæðuna hversu trúverðugt bókhaldi svona við fyrstu sýn sko, þegar menn geta leikið sér með sko tölunar, debet- og kredittölunar í bókhaldinu sko. Já, en þegar náttúrulega í fyrsta lagi þetta stöðvar sem eru að framleiða hrogn. Það stig 1. Svo ertu með seiða uppeldi. Það númer 2. Svo ertu með manneldi. 3. Og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga og svo 4. Það sölu fyrirtækið á afurðinni. Já. Sá sem fær að selja og hvar í keðjunni viltu taka út arð. Akkurat. Já, og þegar þú getur ákveðið þetta allt, verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum og á hvaða stíi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skorið í bita eða reykt eða hvernig viltu handera vöruna. Já. Og jafnvel láta svo dótturfyrirtækið þitt erlendis eða einhver staðar í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig. Já, svo náttúrulega líka fóður, búnaður. Síðan það kostnaður, fóður, kostnaður og annað í þeim dúr. Lán frá dóttur til móðurfyrirtækja frá móður til dótturfyrirtækja og annað slíkt sko, sem ber vexti. Og borga fulla vexti af láninu sem lánað frá sem tekið á kannski 2,5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en látnir svo borga íslenska vexti tilbaka. Já, ég meina að halda því fram að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfin á Íslandi svo óhagstæði þeim sko, það er mjög svo mikil einföldun á málunni. Já, það náttúrulega stóð stýrinu það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið. En 40 ekki. 45, já, minni mig. En svo var ákveðið að hækka það ekki, vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið í núverandi lögum. En þá voru aðilar í stjórnarandstöðunni sem vildi þetta lækka niður í 12 krónur. Já, maður er búin að heyra þessu. Já. Ég meina þetta er líka alltaf mjög maður sá sem líka alveg aðra hagsmunaaðilar voru líka að berast fyrir þessu og þetta er alltaf mjög svona sérstakt. Ég var nú ræðið við Heiðrúnu Lind í Sprengisandi núna sunnudaginn var. Fyrir viku síðan. Já. Eða einhverju dögum síðan. Og þá var hann að tala um að vilja að það finnst mjög eðlilegt að borga sanngjörð, auðlindagjöld og allt það, en ég er nú ekki það gamall, en ég er nú samt það gamall, ég man alveg eftir því þegar veiðigjöld var sett á sínu tíma og djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig það var núna á síðasta þingvetri þegar ákveðið að hækka veiðigjöldin aðeins. Breyta eitthvað reikni og viðmiðunarverðum var það sko, það var ekkert voðalega mikil kátín í húsakynnum SFS sko. Nei. Þannig að sko, ég held að skipta engum máli hvaða tölur menn kom upp með, Þeir eru alltaf á móti. Það eru alltaf á móti þessu sko, bara ég held að 0 krónur væri eina tala sem sætta sig við, ef þið sætt sig við það þá sko. Já, vil ekki fengi, við myndum vilja að hópa með. Já, einmitt. Svo það líka spurning þetta kannski gefur okkur líka ákveðið svona, þetta kannski okkur tímót líka ef að laxaverðir að fara svona mikið niður að og minna það bara satt að við erum að selja eitthvað svo kallan sekundafisk, ég er ekki djúpur í fiskeldisfræðunum sko eða markaðssetning og sölu fiskeldisafurða í laxfiska. En minna hann þá væntanlega lélegri gæðum og verri verðum og það svona B-vara sem kannski, ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni
En á sama tíma þá náttúrulega að vera gríðarlega víþindavækning skaðsemi óbeins sjókvíaeldis og við sjá Karl Breitakonungur, hann var nú að eitthvað að fetta fingur út í þetta daginn enda veiðum mikill og náttúrunnandi. Maður heyra með þess að Æsland vörukeðjan væri íhuga að taka úr sölu sjókvíaeldisfisk þar. Fisk sem í alinn upp í sjókvíaeldi. Einmitt, þannig þá ekki bara spurning, við erum að framleiða eitthvað 50.000 tonn í Íslandi, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi markað verið eldislags er. Ekki normenn með 1200.000 tonn í það heila. Einmitt, en af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbæri eða umhverfisvæn og vera þá bara með fiskur lokum kvíum, hvort það að sjóða að landi. Þar gætum við skapa okkur rosalega sterk held ég markastækifæri. Það eru og lofa góðu það sem verið að gera í annars vegar Vestmannaeyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem verið að gera og hugsa út á Reykjanesi. Já. Það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa í framtíðinni að mínum mati. Sammála því, menn þetta opið sjókvíaeldi og þetta í sátt við þjóðina að stærstum hluta. Já, og ég meina og opið sjókvíaeldi á útleið og sérðu eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjanna. Það er búið að banna þetta þar og það svona, maður heyri mjög oft frá talsmunum þessa iðnaðar að allir sem eru á móti þessu eru bara svo illa upplýstir, en það er bara, það er akkurat þveröfugt, fólk er orðið heldur upplýst þetta. Það er alltaf kenningin, þú kaupir ekki það sem að menn vilja og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir, að þá er það bara þekkingaleysi og skilur þetta ekki. Já, akkurat. Ég held að sé engin tilviljun að allstaðar það sem að þessi iðnaður starfar er gríðarlega hörð barátta gegn honum. Og mótlætið er gríðarlega mikið. Já. Það eina landi sem kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlæti við þetta og það í Færeyjum. Já. Það sérstaklega út af því það svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eyjana þar sem þeir eru með þessi ker að þau valda ekki slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem að sáralítill straumur til þess að gera. Já, og náttúrulega lítið sem ekkert af villtum laxi sem á heimili sitt þar. Nei. Og það alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þess að svo tölum aftur með þetta frumvarp að þeir menn skreita sér alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur, talsmenneldisins, við erum með eitthvað áhættumat sem alls ekki fullkomið en þó allavega eitthvað og við erum eitthvað burðarþolsmat og við erum einu löndin heiminn sem erum með þetta. En svo þegar maður horfir að spauta á þetta þá þetta svo ótrúlega takmarkað að horfa bara það burðarþolsmatið sem á þá að vera hvað þolir fjörðurinn að hafa kvíarnir í. Menn það bara að horta á úrgangin frá skepnunum Það eina sem horta til, ekki vera að horfa á lyfjaleyfarnar, hvaða áhrif uppsöfnun hefur á straumina, botnstraumana og annað slíkt og aftur, vísindamenn eru saman þetta, Hafró var, við bentum á þetta í okkar umsögn, NSF gerar líka, Icelandic Wildlife Fund gerar líka og fleiri og Hafró líka, þeir segja að þau þurfu að horfa til miklu fleiri þátta við burðarþolsmatið þannig að það fer aldrei sama hljóða mynd þegar kemur að þessum fiskeldismálum Nei, og ég menna það er náttúrulega ekki langt síðan að 16 samtök ef ég mann skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðarþol í núverandi mynda því að það mitt stæðist ekki í skoðun. Já, svo maður sletti þetta svona cherry picking, það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi lyfja eiturefnin og lyfin og svo framvegis en svona líka þungamálmar sem eru notaði sem ásættuvarnir, mikroplast sem kemur úr fæðurunum, það ekki tekið til til eins af þessu og í þokkabót í þessu frumvarpi
þá kemur hvergi fram á skýran máta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess að fara eftir. Já. Já. Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur. 100%. Bara miklu betur. Og það er náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag. Það er þessi plastmengun. Ég held að veður far á jörðinni og annað þess áttar og það er nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu, fjallag frá sól og tungli og allt það. Það er svona flóknara og getur breytt og rokkað með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun er óþveri á jörðinni. Algjörlega. Sko. Og eins og þú bendir eftir á, sko, loftslags breytingar eru það stórt mál að það er ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi, sko. En það er eins og þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíaeldi. Já. Það er eitthvað sem er hægt að gera eitthvað í og það er hægt að gera eitthvað í því núna. Nákvæmlega. Já. Og meina það er alveg mikið plastmengun sem fylgir opnu sjókvíaeldi, sko. Maður sé því þetta fóðrið skotið eftir plaströrum, sko. Það á náttúrulega ekki bara við fiskeldi, þetta og veiðarfæri og þetta og bara allt sem við erum að gera. Já. Maður er búin að núna í einhver 10-11 ár að flokka plast og þykist vera mjög vandaður og allt það en örugglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara. Já, vissulega, en við reynum öll að gera eitthvað besta. Jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áherslu á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu. Kannski ekki á meðan að við lifum en eftir 50 ára eða 100 ára nákvæmlega. Þess aftar. Já, við líka öll sem búum hér saman hvort þessu einstaklingar eða fyrirtæki, sko, við náttúrulega þurfum það er mjög stranga reglur það hvernig við losum okkar skólp og svo framvegis út í hafið og það eru frárennslisgjöld og allt þetta og sjókvíaeldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemin fer fram í viðtakanum skýringin. Það er ekki minnst á það. Nei. Þannig að þetta er auðvitað bara partur af framtíðinni sem þarf að gera. En hvað myndu þið leggja til að yrði gert í haust? Nú vilja menn væntanlega koma lögum og reglum þessa hluti í betra eða fastara skorður. Auðvitað vilja þær fá réttinn til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára. Þeir vilja geta leigt hann og vilja geta selt hann. En það er náttúrulega bara að mínu mati og óhugsandi að menn fái þá stöðu þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurðum sem þeir þurfa að uppfylla. Þróast í lokuð kér 1 á ári eða 2 eða eitthvað 10% eða eitthvað þess áttar. Vinna sig eins vel inn í framtíðina eins og hægt er á heilbrigðum basis. Já, ég kannski fæ að byrja sko, það sem ég held að þurfa að gerast í haust er það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það er ekki bara nóg að segja vistkerfis og varúðar nálgun og öll þessi fínu orð. Það þarf að setja sólarlagsákvæði á þessa tækni. Það þarf að segja þetta er tíminn sem þið hafið. Til að græja ykkur. Já, til þess að gera hlutina vel. Og ég held að allir sýni því skilninga það gerist ekki á einum degi, sko. En það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíaeldi að því að á meðan það er ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrelta tækni
verð halda ofan bara af því að hún ódýrust fyrir fyrirtækin. Þannig að mér finnst það vera lykilatriði og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir. Ætlum við að vera kynslóðin sem að útrýmdi villta laxinum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel? Já. Já, ég er svo saman þessu sko að sko aðalfundur Landssambandsins var haldinn í lok apríl núna í vor og þar kom fram ályktun þar sem að við skoruðum á Alþingi að leggja til hliðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferðlis smíði nýs frumvarps sem þeim taka til allra hagsmuna, bæði fiskeldisfyrirtæki en einni líka veiðifélagina og þessara stangveiði ferðamennsku. Þannig ég held að það væri eina raunhæfa leiðin ef við ætlum að komast eitthvað áfram væri að gera það. Við vitum hins vegar að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf næri ekki nógu vel í kringum þau og minna, en þá má alveg spyrja þess að því. Þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið? Væri ekki þá nær að setja fram þá bara styttra frumvarp landeldismálin? Það væri hægt að keyra það í gegn held í nokkuð hratt og vel ef þetta gert almennilega þar að segja. Það stendur alltaf ekki að mikið stýrum það í svo opna sjókvíeldið, en svo annars ég bara sammála Elvari að við þurfum að bara að setja fram svona ákveði, sólagsákveði að stíga einhver skref í rétt átt. Já, í millitíðinni þá upp á land eða í loka kér út í sjó. Og hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá þeim. Já, strákar, þetta búið að vera ágæti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún Laufey Ólafsdóttir sem hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú samstöðin að fara í frí fram yfir verslunarmannahelgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið á samstöðinni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum og öðrum hætti. Takk fyrir mig. Takk fyrir.